Eru margir hundar með blésu, afi? Nei, það fremur sjaldgæft. Þið hefur sagt að hann bjargaði einu sinni lífi henni. Það nú kannski einum á mikið sagt, en hann bjargaði Trillunni. Það hafði drepist á vélinni og ég búinn að vera lengi á kafi og í vélarhúsi. Þegar ég loksins lít upp, þá Skundi horfinn eins og sjórinn hafi gleypt hann. Það skellur á bandvitlaust veður og Trillan hrekst vélarlaus alveg upp í landstina. Ég ætlaði ekki að trúa mínum eigin augum þegar bátur birtist úr sortanum og Skundi minn í stafnum. Eigðu þetta, væni minn. Ég hefði aldrei átt að taka hann á honum. En afi, ætlar ekki að kaupa annan hund? Ég eignast aldrei annan Skunda. Jæja, en nú þurfum við að fara að koma okkur á stað. Þú þarft að fara að pakka niður til að ná rútunni heim til Reykjavíkur. Veistu hvers vegna að hljúa í oddaflugi? Nei. Hljúa í uppstreyminu hver af annarri og þannig verður ferðin yfir hafið þeim öllum léttari. Það inn ekki saman og hver þeirra hugsaði bara sig, þá myndi það aldrei ná alla leið. Má ekki bara vera áfram í þér, afi? Hvað heldur að mamma einn segi við því? Þau eru alltaf að vinna. Ég það nú líka að vinna. Heldur að ég geri kannski aldrei neitt? Það er alltaf skemmtilega. Já, en hvað með skólan? Og afmælið hans vinarins þegar þú kemur heim? Er hann ekki besti vinur þinn, hann Alli? Sællunur. Æ. Hvað? Þú nú vanur að vilja svona mat. Ég var að koma amma hans Alla. Mamma, má ég og... Hvað þetta var? Veistu hvað hann fékk? Nei. Hvolp. Hvolp? Almáttugur. Ekki öfandi ég mömmu hans að því standi. Þarftu endilega að fara upp eftir í kvöld. Húsið byggir sig ekki sjálft, elskan mín. Ég tek þá kvöldvaktinni líka. Akkur þurfum að vinna svona mikið? Það er húsið mín, þú veist það. Sumir byggja hús og þurfa ekki að vinna svona mikið. Eins og hverjir? Pappa Salla. Það er bara erfitt að láta enda ná saman. Það hækkar allt. Maturinn, bensínið, steypan, lánin, allt nema launin. Það er nóg af peningum í þessu landi. Akkur er peningunum ekki bara skipt jafnt á milli allra? Sumir hafa betri aðstöðu en aðrir. Það væri nú hægt að jafna kjörin ef fólki gera eitthvað til þess. Það er ekki menn kostnir á þing til að sjá þetta. Maður sér ekki út úr augunum fyrir skuldum og hefur ekki tíma til annars en að vinna. Akkur verður pappa alltaf svona reiður? Pappiðin er þreyttur. Við erum alveg hægt að fara í skíaleik. Þetta lagast bráðum, Emil minn. Og húsið verður tilbúið. Mamma. Hvað verður? Hún var að kaupa hvolp. Hvolp? Já, en ekki í stýrun alveg fekk. Þeir eru til ódýrri. Svona nú. Hvolp, hund, inn á heimilið, sem pissar út um allt. Ég veit ekki einu sem hvort það má. Í fjölbýlshúsi. Það er örugglega bannað í húsreglunum. En við flytjum í nýju húsi í haust. Þá verður nóg pláss. Tala við hann pappa þinn. Ef honum er sama, þá...
tapar endamörkum og sendir boltan inn í markið. Og mark! Pétur Pétursson hefur jafnað leikinn. Pétur Pétursson skorar hér fyrir Skagamenn. Pabbi. Má ég kaupa hvolp? Hvað? Eldsnöggt. Má ég kaupa hund? Hund? Já, svona hvolpur sem Alli fekk. Það er næstum því eins, bara ódýrari. Hún kostar bara 4.000. Hvar á að taka peninga til að kaupa hund? Ég hef pening í sparibauknum, gerðu það. Ég hlust ekki á þessa vitleysu. Alli fær allt sem hann biður um. Ég er engin milljónamæringur eins og pappans Alla. Gleymdu þessu. Emil minn, sestu hérna og horfðu á sjónvarpið með mér. Og hann sendir boltan inn á Pétur. Pétur kominn að viti, ykkur var fram. Og glæsilega farið hjá Friðrik Friðriksinni. Sjáum þetta hér endur tekið. Gjörðu svo vel. Og Framarar hafa komist yfir hér. Þetta passar á stýrið á hjólinu þínu. Sigurður Lárusson. Takk. Friðrik Friðriksson enn einu sinni svo köttur í marki. Sjáuðu litla grísinn. Þú hefði kannski ekkert vaknað aftur. Sami mér. Ég fæ bráðum hjól. Sami mér. Ég vinni mér fyrir því sjálf. Þú lýgur. Nei, það er reyna satt. Hvernig? Með því að passa. Hvað varst að gera? Horfa á skýin. Veistu hvað skrítinn? Þú kannt ekki skýjaleik. Hvernig er hann? Maður horfir upp í skýin og býður sögum það sem er að gerast í skýjunum. Einn? Djöfulegstu vitlaus. Það er ekkert að gerast í skýjunum. Það er bara að færast. Geturðu sagt mér skýjasögu? Ég skal segja skýjasögu. Þú kannt það ekki. Víst kann ég það, komdu. Það var einu sinni prinsessa sem klifraði alla leið upp eftir Hallgrímskirkjuturni. Alveg upp í himininn. Hún klifraði þangað til hún náði í lítið og fallið ský. Og veistu hvað hún sá? Nei, hvað? Lítinn prins. Kærustu par. Hvað heitirðu? Aldís, en þú? Emil. Halló? Halló, það er ég. Emil? Vinur minn, ég fer fram að koma heim. Ertu búin að fá mjólkurglas? Já. Mamma? Verð það bara svo, ég slekk ljósið þegar ég kem. En ég get unnið mig fyrir honum sjálfur. Unni fyrir hverjum? Nú, hvolpunum. Æ, ég verð að þjóta. Við tala saman betur þetta morgun, Emil minn. Myndu eftir að busta tennunnar. Já. Sigldi hann þá suður til Bretlands og lögðu þar í leynivoði. En á morgun gekk Kolur Þorsteinsson í borg og skyldi kaupa sigur. Hann hafði mest hægirni við af brennumannum. Kolur hafði talað margt við frú Einar ríka og var mjög í hjarta slegið að hann vildi fá hennar og setjast það. En á morgun gekk Kári í borgin. Hann kom þar af og Kolur hafði sigur. Kári kendi hann. Síðan hljóp Kári til hans með sverð brugðið og hjó á hálsinn
en hann taldi silfrið og nefndi höfuðið 10 raffhauk bornum. Kaupa hund? Hann hefur náttúrulega fengið hugmyndina hjá þessum Alla. Það virðist nú bara allt látið eftir þeim dreng. Þú veist vel, hann er alltaf langaði dýr. Nanna mín, þú veist jafnvel og ég að þetta mýgur og skítur út allt. Það er nú hægt að kenna þeim. Svo höfum við líka nóg við peningana að gera. Æ, hann býður svo sjaldan eitthvað. Við neytum okkur líka allt. Mig er nú alltaf langað til Grikklands. Við verðum alltaf að leggja hart á okkur. En hann er nú barn. Alveg rétt. Hann verður að læra. En ef getur unnið fyrir honum sjálfur? Unnið fyrir honum? 8 ára barn. Sagði hann það? Hann blaðsölu og svoleiðis. Honum tekst það aldrei. En mínum vegna getur hann reynt. Hann getur þó notað aurana sem að vinna sér inn í eitthvað þarflegt. Seinna. En hundur kemur ekki inn á mitt heimili. Emmi, busta tennur. Pabbi, en ef við getum unnið fyrir honum sjálfur, má ég þá kaupa hann? Allt í lagi. Gerðu það bara. Hættu svo þessu suði. Bless, drengurinn minn. Má þeir geta unnið fyrir honum sjálfur? Og getur það? Já. Já, æska mín. En verð ekkert að reksa honum pappa þínum. Hann er svo þreyttur og áhyggjufullur þessa dagana. Mamma, af hverju þurfa að byggja svona stórt hús? Á því. Okkur langar gjarnan til að eignast fleiri börn. Þá er þetta allt of lítið. Þú er nú líka fegin að fá stærra herbergi. En hvað er ekki hægt að byggja svo lítið minna hús? Þá hefðum við kannski tíma til að vera meira saman. Pabbi er alveg hættur að tala við mig. Hann er alltaf að vinna eða þreyttur. Svo ert þú alltaf í sjoppan á kvöldin. Þetta lagast allt, skulum við vona. Matti, ég er ekki tilbúin. Sæll, Vaskur. Hann ylfraði alla nótt greið. Af hverju? Veistu hvað ég gerði? Ég lagði hann að koma upp í minn og hætti hann. Hann hefur verið einmanna greið. Varstu leið í skinnið? Alli! Hann hefur pissað á borðið. Nei, hvað er þetta að gera, Vaskur? Hann er í 3. sinn, bara í dag. Skammast í hann. Og veistu hvað? Hann pissaði á stofugólfið í gærkvöldi og gardínu utan í herberginu mínu og mamma er alveg óð. Afi segir að maður eigi að nutta trínuna þeim upp úr pissinu og hætta þessu. Það er eitthvað vitlaus maður, heldur að þýði eitthvað að nutta trínuna þeim upp úr landinu. Afi hefur átt marga hunda. Hann segir að maður verði að vera ofsalega harður við þá fyrst þeir eru að læra. Annars verður bara einhverju villingar. Ég ætla sko ekki að nutta mínum hundi upp úr landi sama hvað afi þinn segir. Komum. Hvað þarf bara að skilja hann einan eftir? Mamma kemur heim eftir hálftíma. Ég ætla bara að vona að hann pissi ekki á meðan. Heyrðu, ég veit. Nei. Snúra Sylvinga, hjálpa mér. Já, kom til hundakonunnar. Veistu nokkuð hvað þetta er?
Þetta veit ég það, maður. En þú aldrei komið þangað? Nei, en pabbi sagði að það væri bleikur komið með gamalli girðingauksta þarna langt. Ég bið að heilsa afa! Segðu honum að sé bara fyrir minn hund sem á að heita Skundi! Hvernig ertu að tala um það? Guð eða hvað? Djöfullast yfir. Og flugvélin sem eru hortið afa? Hvernig sérðu það? Á litnum maður. Það ætlar að vera allan í drullupallinu með allan dag. Einu djöfull! Hvað gengur hér á? Það var réttast að ég sigaði hundunum á okkur, skammirnar ykkar. En ég ætlaði bara að kaupa mér hund. Hund? Já, það eru ekki til hvolpar. Sko ekki hreinræktaðir, svona blendingar. Jæja, litli minn. Litli minn? Skellt þér úr blautufutunum. Svo þú ætlar að kaupa hvolp? Já. Og getur annast hann? Já, ég held það. Þú heldur það? Afi kendi mig hvernig að ala upp hunda. Það er nefnilega það. Ég hjálpaði honum oft við að passa Skunda. Það er sko hundurinn hans. Já, já. Þá er bara best að sjá hvort þið líst á gripinn. Þetta er allt í lagi, Rósa mín. Ætlar að taka hann núna eða... Já, sko, ég ætla að biðja að taka hann frá. Sko, mamma og pabbi, þeir eru byggja hús. Það er gefna að láta maður hafa pening fyrir honum. Ég þarf að vinna mig fyrir honum sjálfur. Ég má kaupa hann ef ég vil sjálfur fyrir því sem upp á vantar. Eða sko svolítið í sparibók Nei, heyrðu mig nú, ég get ekkert verið að standa í svoleiðislöguðu. Ég verið að selja hvolpana á réttum aldri. Ekki á unga og ekki á gamla. Farðu þarna, blöð. Allt í lagi. Við skulum segja að þú fáir viku til að safna fyrir hvolpinum. Er það nóg? En þá verður líka að selja hann. Skilur það? Sjáuð. Hvar? Hann er Blesu. Hvað er nú það? Hann er svo hundurinn að Safa. Skundi. Það er sérkennilegt nafn. Þess var líka þetta Skundi. Já, já. Ég er vissum að afiðin verður glaður að heyra það. Þú sækir hann þá næsta laugardag þegar þú verður búin að vinna fyrir honum. Má ég nokkuð koma einhvern tíma seinna og hilsa upp á hann? Já, já, auðvitað. En ertu nokkuð búin að fá vinnu? Nei, ekki enn. En ég fyrir að leita strax á morgun. Hundurinn! Svona, kallið. Vertu góður. Nota tækifæri til að segja upp sem vilja losna við. Þetta eru aumingjar. Þau sko ekki fyrir sem telja þetta fyrir norð. Burt af svæðinu! Burt af svæðinu! Hvað? Sástu ekki skiltið, strákur? Nei. Hvað er þetta ekki Emil? Þetta gildi nú fyrir þig, góði minn. Þú kannt náttúrulega ekki að lesa. Víst kann ég lesa. Heyrðu, hvað lét hundurinn þig vera? Hann er söðminnileg skrein. Nú, ég held að vera skítræddur við hundinn.
Hvað ert þú eiginlega að vilja hér? Ég vantar vinnu. Vinnu? Vinnu? Vantar þið vinnu? Hann vantar vinnu! Já, vantar ekki nýja verkstjóra? Þá verður þú ekki að leika þig með krokkunum. Ég ætla að vinna mig fyrir peningum. Heyrðu vinur, ég veit hvað þú gerir. Ferð hérna inn í bygginguna og tala við forstjóran. Það er hann sem að sér ráðningar. Eftir margar ára starf okkur bara sagt upp fyrirvaralaust. Þetta er ólöglegt. Ef þið haldið að þetta sé eitthvað auðvelt fyrir mig, þá er það misskilningur. Kannski verði ég atvinnulaus á morgun. Svona, harðið nú og leyfið stúlkuna að vinna í friði. Þið ættir að heyra frá okkur. Við tölum við lögfræðinginn, við tölum við stéttarfélagið. Og ég vil ekki láta trufla mig meira í dag, þú skilur. Aumingi. Hvað komið brá? Hvað ert þú að gera hér? Getið fengið að tala við forstjóran. Ef þú ert að reyna að selja eitthvað, þá þýðir það ekki neitt. Ég vantar vinnu. Vinnu? Já. Er þetta eitthvað spaug eða hvað? Ertu einn? Já. Sendlarnir okkar eru allir með bílpróf. Og ég tala við forstjóran. Hann er upptekinn, þú heyrðir það. Fyndu fyrir mér nöfnin yfir þessa menn þarna áðan. En ef hann kallar í þig, þá ertu ekki að trufla hann. Heyrðu, farðu nú bara út að leika þér, væni minn. Gerðu það. Þú vildir tala við drenginn? Já, það er rétt. Og hvað ertu nú eiginlega gamall, væni minn? 8 ára. Já. Ég þarf að vinna fyrir peningum til að kaupa hvolp. Hvolp? Já. Ég lét taka hann frá fyrir mig. En ég verð að vera búin að vinna fyrir hann á laugardaginn. Því annars verða seldur einhverjum öðrum. Einmitt það, já. Af hverju fer ekki bara að selja blöð? Rockefeller, hann byrjaði sem blaðasali og varð ríkasti maður heims. Blaðasalinn er bara eftir hádegi. Ég skil. Ég kannast eitthvað í svipuna þér. Hvað heitir pabbi þinn? Þrestur. Vinnur hann ekki hérna hjá okkur í vélsmiðunni? Jú. En hann veit ekki að ég er að leita, ég meina að ég er hérna. Ég má nefnilega ekki suð í honum. Því hann er alltaf svo þreyttur. Af hverju er pabbi þinn alltaf svona þreyttur? Hann er alltaf að vinna. Nú já, ég held að vera búið að taka fyrir alla yfirvinnur. Hann er að vinna í húsinu. Er hann að byggja? Voru það þeir sem sögður að tala við mig? Þeir hafa bara verið að stríða í kallið minn. Annars líst mér nú þannig á því og sért góður verkmaður. Ég myndi ábyggilega vilja ráða þig í vinnu þegar þú stækkar. En ég verð 9 ára í desember. Já. Mér dettur dálítið í hug. Komdu hérna, komdu. Sérðu skúrinn þarna hinum megin við dráttarbrautina? Skúrinn að sjósa. Nú, svo þú þekkir hann þá. Ekki er það verra. Það er aldrei að vita nema hann getur notað duglegan handlangara. Ég ætla að hringja í hann og segja honum frá þér. Talaði svo við hann á morgun. Og þú? Emil! Emil ætlar ekki að koma að smíða? Nei, ég má ekki ráði.
Hvað þykist það eiginlega að vera? Emil Þrastason, Hringbraut 39. Ertu vissum að þú hafi leyfi að heiman? Æjá. Er einhver ákveðin svæði? Nei, engin ákveðin svæði. Nema binni blaðasali á tröppurnar á apótekinu. Getur þú gefið tilbaka? Æjá. Dagblaðið! Anna! Herðu, hver er þetta? Þekkir ekki binni að blasara? Dagblaðvísin! Ég þá eitt blaðið vinnur. En ég get ekki gefið tilbaka. Nú? En ég getur beðað mig inn fyrir sjoppinu en getur skipt. Já, ég hef engan tíma til þess. Ég var nú reyndar búin að taka hann frá fyrir annan dreng en hann gat því miður ekki safnað fyrir honum. Skarkauppan! Dagblaðið vísir! Dagblaðið vísir! Dagblaðið vísir! Dagblaðið vísir! Hvað er það að gera hér? Ertu mállaus eða hvað? Ég er bara að selja blöð. Það er bara að selja blöð? Sá er fyndinn. Já. Hefur kannski reynt að komast í sjónvarpið, ha? Þú ert á okkar stað. Ykkar stað? Ykkar stað? Ertu págökur eða hvað, ha? Slastu kannski út af sædýrasafninu? Konan í ábyrgðarslunum sagði að það væri engin ákveðin svæði. Nema binni blaðasali, ha? Akkur á binni bara í einhvern ákveðin stað, ha? Getur þú svarað því, ha? Hér er það við sem ráðum, en ekki einhver kettling út í bæ. Skilurðu það og burt með þig, trítill. Nei, ég fer ekki. Þið eigi ekki þennan stað. Maður er nú bara alveg að springa á hlátri þetta, ha? Veistu það, þú kemur þér ekki hérna strax og færðist líka útreið að félagar þínir í sædýrasafninu myndi ekki eins og við þekkja þig þegar þú skríður aftur inn í búrið þitt. Skilurðu það, ha? Nei, ég er ekki pelabandi farið að gráta. Ætli sé ekki búin að pissa í bleiunni sinna líka. Nei, Emil! Hvernig gengur? Og selja öll blöðin? Nei, ekki alveg. Hvernig þekkirðu mig? Ég þekki þig ekki neitt. En þú veist hvað ég heiti? Ég komst ekki hjá því að heyra nafnið þitt í afgreiðslunni. Þakkaði þér að bjarga mér. Ég veit ekki hvernig þetta hefði hann að senda. Emil Þrastason. Herðu, átti ég mann? Einu sinni átti ég nú mann. En hann... Það skiptir ekki máli. Ég hugsa að þú myndir heldur ekki skilja það. Ætli ég hafi nokkuð bara hitt hann eina rétta. Nema að við höfum mæst einhvern í myrkri og gengið fram hjá hvort öðru. Akkurt með öll þessi dýr. Ertu ekki stundum einmanna? Það er naumast á að spyrja drengur.
kannski mér líki bara betur við dýrin en mennina. Mér sýnist nú mennirnir ekkert haga sér skynsamlega. Og svo er búin að sóða heimilin svoleiðis út að öll dýr og allur gróður í stórri hættu. Ætli dýrin séu bara ekki vitræri mönnunum og hjálpsamari. Hundar hjálpa mönnum sem villast. Gamli Skundi bjargaði af á sjónum. Þarna sérðu. Hestar ber okkur á bakinu og ef vel er farið með dýr, þá launaði betur fyrir sig en mannskepnurnar. Hefur dýr einhvern tímann hjálpað þér? Ég er nú hrædd um það. Einu sinni þá átti ég lítið fallegt hús sem ég þótti óskaplega væntum. Svo eina nóttina þá vaknaði upp við það að tíkin er að krafsa í hurðina á svefnherberginu mínu. Og þegar ég rís upp, þá finn ég að það leggur reykjalyktin í herbergið. Eftir smá stund var eldurinn kominn út um allt og engu hægt að bjarga. Ég komst einhvern veginn út um gluggann, sjáðu örið, það er ekki enn gróið. Ef ekki hefði verið fyrir tíkina mína, þá sæti ég ekki hér og talaði við þið núna. Það var reyndar langamann Skunda. Heldur að vera jafn bitur á langamanns. Alveg áreiðanlega. Ef þú venur hann vel. Sjáumst á laugardaginn. Já, góðan daginn, höfðingi. Ég átti von á þér. Heyrðu, ég frétti að þú ætlaðir að kaupa heilan hund. Já, hvolp. Ég má kaupa hann, ef ég get unnið mig fyrir honum. Já, einmitt það, já. Og heldurðu að þú getur það? Já. Já. Og hvað geturðu svo unnið? Ég hjálpaði af á Ólafsfirði. Og hvenær geturðu byrjað? Bara, strax. Já. En þú verður að vinna fyrir kaupinu þínu. Annars fær ekki eyri, ha? Og þú verður að mæta stundvíslega, er það skilið? Já. Heyrðu, viltu þá ekki bara vinna hjá mér? Nú viltu það ekki, nei. Jú, þetta er það. Hvenær er að byrja? Stiltu þig, gæðingur. Eigum við að segja klukkan 8 í fyrramálið? Það er miklu meira að gera eftir að vídeólegan opnaði. Myndur eftir að taka lýsið. Já. Með öðrum orðum, hann pappiðin þurfti að fara út á bænum að vinna. Hann verður í nokkra daga. Hann náði ekki að kveðja þig. Mamma. Ég er búin að hafa vinnu. Hvað segirðu, vinnu? Hann Jósi réð mig á vegstæði. Ég var 50 krónur á tíman. Er þetta ekki alltaf mikið fyrir þig, Emil minn? Nei. Nei. Hvað? Ertu að fara strax? Til að flýta mér. Já, en blaðasalan byrjar ekki fyrir klukkan 1. Hvað? Heldur þið vilja vera aftastur í röðinni?
Það held ég að vinnan eigi eftir að ganga vel í dag úr því að maður er komið með svona fyrsta flokks vinnumann. Taktu nú þessar fjalir þarna góði og raðaðu þeim hjá heflinum. Það var rétt, maður á alltaf að vinna skipulega. Það léttur störfin og gerir þau ánægjuleg. Hérna, settu þetta nú á þig. Svo skaltu standa þarna og taka á móti. Ég hafði það ríflegt í dag. Já, þakka þér fyrir, Sigríður mín. Hann verður hérna næstu daga svo þú skalt bara halda þessum skammti. Ég er búinn. Sko, gesta því sem eftir er. Sjá hundinn þegar þú er búin að fá hann. Auðvitað. Sjáumst. Já, sjáumst. Þúsund og 500. 600. Mamma, ég er búin að vinna mér inn fyrir Skunda. Frábært, vinnu minn. Til hamingju. Fáðu nú kakó og brauð. Er pabbi kominn? Já, hann kom í morgun. Gleypti í sig brauð áður en hann fór að hitta bankastjóra. Manstu? Hérna kemur bankastjórinn. Hvað er það? Ég fannst þetta alltaf svo fyndið. Já, það er bara hann pabbiðinn. Hann ætlar að reyna að fá lán í bankanum. Annars ætti að við getum ekki flutt inn í hús í haust. En heldurðu pabbi komið með mér að segja Skunda? Emil minn. Ertu alveg vissum að pabbiðinn hafi leyft þér að kaupa hvolpinn? Já, mamma. Hann sagði ég mætti það. Jæja. Við skulum vona hann muni það. Auðvitað manna það.
Mikið að maður sé þig. Hvernig gengur með vask? Nú er ég alveg búin að fá nóg! Alli minn, ef þú verður ekki búin að venja hann á þess eftir viku, þá verður hann seldur. Heyrðu það? Heyrðu, hvað var það aftur sem hann afi hinn sagði? Þú verður að dýfa tríninu á hann ofan í pissið. Hvernig fer maður að? Skrítið. Honum finnst þetta bara gott. Það er ekki vond lykt á honum. Kannski er það hinn. Hvernig á að vita hvað það er? Hvað er það að gera við skóna mínum, Stefán? Ég get farið að sækja Skunda á morgun. Viltu koma með vask og sjá hann? Nei, ég get það ekki. Ég þarf að fara með í veiðihúsið. Þá sérðu hann bara þegar ég kemur aftur. Ég ætla að vona að vera ekki þessi vitlaus og vaskur. Halló, er Gústi heima? Já, áttu pennaveski? Ha? Áttu pennaveski? Já, ég á pennaveski. Er það veitt eða gult? Það er grænt. Veitt er miklu fallera. Það er andra sand, merkja múr og gripp, rapp og rött og feitamölla. Vá, það hlýtur að vera ofsalega flott pennaveski. Get ég núna fengið að tala í Gústa? Já. Gústi, Gústi, ekki Gústi. Hæ. Hver var þetta? Gunnar systir, er vist rosalega spennandi að tala í dýrasíman. Gústi, Gústi. Geturðu komið heimsókn til mín á morgun? Þeir verður búin að sækja Skunda. Gústi, Gústi. Ég er að taka Gunni með, ég er að passa hann á morgun. Það er allt í lagi. Gústi, Gústi. Komin, elska mín, maturinn er til. Þröstu minn, maturinn er til. Reyndu nú að borða, Emil mín. Ég veitir ekki að þú ert að verða eins og strá. Hvenær ferðu, Þröstu minn? Það er ekki venjulega klukkan 8. Ætlum að fara nokkuð að breyta því. Þú verður alla nótt. Hvað viltu ég geri? Ætla þú að flytja inn í mótin? Kemur þá heim í fyrramáli og hvílið þig. Þú drepur það á þessari vinnu og heldur svona áfram. Það væri nú fínt, þá væri hægt að jarða mann í helvítis húskófanum. Ég er búin að safna þeim fyrir hvolpinum. Ég get sótt hann á morgun. Þú kemur ekki með neitt déskotas hund hingað inn. Við höfum andra þarfara við penningan að gera. Já, en þú... Heyrðu hvað ég segi? Enga ekkert hundræstni inn á mitt heimili. Hann verður að skilja þetta. Komdu tilbaka, drengur.
Loka augunum. Nei, ekki svindla. Jæja, þá byrjum við. Einu sinni voru kóngur og drottning í ríki sínu. Þau áttu son sem þóttu ákaflega vænt um. En þau langaði í stóra höll. Það kom til þeirra vondu galdrakall. Hann breytti höllinni svo hann var ljótari og ljótari, sama hvað kóngur og drottning komuðu. Þá uppgötvuðu þau að sonur þeirra var týndur. Þeir fundu hann ekki hvernig sem þau leituðu. Þau héldu utan hvort annað og grétu. En þá kom til þeirra góðu galdrakall. Hvað get ég gert fyrir ykkur? Góði galdrakall, galdraðu son okkar til okkar aftur. Þá galdraði galdrakallinn gat á herbergið. Fundu þau að son sinn, urðu þá miklu fagnaðarfundir. Nú bað drottningin hann einn galdur í viðbót. Að galdra stóra höllina í burtu og litlu höllina aftur til þeirra í staðinn. Og upp frá því lifði hamingjusöm í litlu fallegu höllinni sinni. Svona var það þessi saga. Hvað varst að segja? Ekkert. Vístast að tala, ég heyrði það. Þau var bara verið að dreyma. Þér er alveg óhætt að segja mér það. Þú varst í skíjaleik. Ég veit það alveg. Af hverju leiðir mér ekki að vera með í skíjaleik? Maður á ekki að vera einn í skíjaleik. Skal lofa þér að prófa nýju hjólið mitt? Emil minn, þetta sofnaður. Snemma á ferðinni? Já, ég vildi fá að skunda sig fyrst. Gíssu vel. Hvaða læti er þetta? Mætti held að löggan væri á hælanum aður. Ég bara hlakka svo til. Heldur að þekki mig oftur? Já, mér sýnist það bara. En mig langar til að gera þetta aldrei tilboð. Hvernig tilboð? Jú, sjá til, daginn sagði ég við þig að mér fjalli betur við dýrin en mennina. Veistu það, ég vildi ekki viðurkenna fyrir þér að ég væri stundum aldrei einmana. Og tilbúið er svona, ég lækka verðið á hundinum, en í staðinn kemur þú og heimsækir mér svona við og við. Af því að mér finnst gaman að spjalla við þig og líkar mjög vel við þig. Já, og svo vil ég auðvitað fá að fylgjast með Skunda, því ég held að Skundi eigi eftir að verða merk í sundur. Ég vil alveg heimsækja þig. Þú bara þarft ekki að borga mig fyrir það. Sko, ég kann alveg ágætlega við því líka. Ég verð kannski ekki heima. Ég fer sko bráðum til afa með Skunda og þá get ég ekki heimsótt þig og... Já, allt í lagi. Þú heimsækir mig bara þegar þú getur. Til hamingju með hundinn, elsku kallinn minn. Passa hann vel og þá verða hann þér til mikillar ánægju.
Ég bið alveg kærlega heilsunum af aðeinum. Elsku pabbi og mamma. Ég þykir leiðilt að þið skildi ekki leyfa mér að kaupa Skunda. Þess vegna ætla ég að fara. Ég þykir vænt ykkur, Emil. Skammast þín, Skundi. Þetta máttu ekki gera. Og ef þið gerir þetta aftur, þá verður sömu meðferð. Hvenær farið til Ólafsfjarðar? Klukkan 12:30. Hvað kostar farið? 900. Ætlarðu að fá miða? Nei. Færðu þetta bóð? Það kemst ég langt norður fyrir 600. Til Blönduóss. Ég ætla að fá eitt með á þangað. Ætlaðir þú ekki til Ólafsfjarðar áðan? Þetta stelast þig heiman. Komdu nú heim til þín og reyndu að skammast þín. Kan man köpa sig något att äta här när man bor här? Hva mycket kostar tror du? 1280. Det är så väl. Takk fyrir, gjörðu svo vel. 1000 takk fyrir góða. Eitt með á Blönduóss. Gjörðu svo vel. Skundi! Svona hvort? Já. Þú passa hans í körfunni sinni. Ég vil síður hann pissa allt út. Þú skilur?
Ljóðhörinn. En gott er það. Hvað leiðist þú, kallinn? Ég sko bara til Blönduós. Blönduós? Það er nú fínn staður. Það voru sætar stelpurnar í húsmæðraskólanum í gamla daga. Á vílar maður ekki fyrir sér að klára eina svona kvöldi. Og gott betur en það. Maður þurst út af gólfið með skvísurnar undir handakreikanum. Vildi ekki horfa svona alltaf á mig. Og slagsmálin og eftirtryggum. Og nú er það sko Húnaver á sveitaballum. Hvað er Húnaver? Hvað er Húnaver? Húnaver er einhver stórkostlegasti staður á jarðríki, sannkölluð paradís. Þið erum hrættur um það. Skál fyrir því! Skál! Skál fyrir því! Skál! Það bannaði að drekka í rútunni. Já, ekkert múður Jónsi minn. Þannig að segja henni mömminni hvernig þú hagaði síðast í Húnaveri. Ekki það segja frá öllu því vesta. Já, passaðu bara, kallinn. Jóns er ágættur. Búin að þekkja frá því að hún er smáguttar. Nei, ertu með hvolp í korfunni? Nei, hvað er sjá? Hvað er? Þú hann? Bílstjórinn sagði að hann mætti bara vera í körfunni. Já, auðvitað. Nei. Hann er ekki heima. Ég er búin að hringja mörgum sinnum. Ég líka. Ég þarf að biðja hann fyrirgefningar. Og reyndar þig líka, Nanna mín. Emil minn. Emil! Emil! Hvað er þetta? Elsku pabbi og mamma. Mér þykir leiðinlegt að þið skilduð ekki leyfa mér að kaupa Skunda. Þess vegna ætla ég að fara. Mjólkur er 9 krónur. 9 krónur? Hún er bara selt í glösum og þau kosta 30. Ég ætla bara að gefa hvolpinum mínum smá að lepja. Nú, svoleiðis. Sigga! Viltu gefa þessum unga herramanni smá mjólkudreitil á disk? Nei, það er ekki handa honum heldur hvolpinum hans. Farðu með greiðin í eldhús til henni Siggu. Hvert ertu að fara með hann? Til Afnings. Afnings? Hvar á hann heima? Veistu það kannski ekki? Jú, þetta veit ég. Nú hvar? Á Ólafsfirði. Finnst þér ég agalega forviti? Nei. Jú, ég sé það á þér. Þér finnst þér forviti. Já, kannski svolítið. En ekkert rosalega mikið. Þakka fyrir mjólkina. Þetta eru byrðum. Þú ert ekkert að borga. Takk þetta með þér ef hann var þyrstur aftur. Er hún að vera langt frá Blönduósi? Nei, drengur minn. 20-30 kílómetra. En það er nokkuð á leiðinni til Ólafsfjarðar. Ólafsfjarðar? Já. Er Emil heima?
Ég heiti Gústi og þetta er Gunnar systir mín. Ertu vinur hans á blaðsölunni? Já, hann bauð mér að koma og skoða hvolpinn. Er hann ekki heima? Það er búið að selja hvolpinn. Komið inn fyrir. Hvenær talaði við þig? Í gær. Hann er mjög glaður því að hann með nóga peninga til að kaupa hvolpinn. Og ég sem sama sem rak hann út. Emil Tindil, voru þið vond við hann? Ég og nú Gunnar. Já, við vorum víst aldrei vond við hann. Það stóð bara svo illa á í gær. Veist þú nokkuð hver þessi hundakona býr? Einhver stað fyrir utan bæinn. Það leiti herberginn hans. Hvað? Er enginn að taka á móti þér? Nei, ég ræddi alveg sjálf. Ó, þá er þetta allt í lagi. Ágætt kveðja. Þú ert all. Það sko Nikki. Við sjáum hans vonandi seinna. Nei, hann mátt alveg kaupa hann, en það var svolítið misskilningur. Það er að segja að ég var svolítið vondur við hann og bannaði honum að kaupa hundinn. En ég meinti það ekki. Og nú er hann horfinn. Ég skal gera það. Hún bað okkur að láta sig vita þegar hann kem í leitunar. Hún sagði að þetta væri góður drengur sem við ættum.
Viltu farvæni minn? Já, takk. Hvaða ferðalag á þér? Ég að fara í Húnaver. Þú segir ekki. Á bara að skella sér á ball. Nei, bróðir minn þar. Já, svoleiðis. Ertu hérna úr sveitinni? Nei, ég úr Reykjavík. Ég í sveit á næsta bæ. Já, svoleiðis. Það sko Geitaskarð. Já, svo þú ert þar. Og Sigurður býr þar ennþá eða hvað? Já. Ég með hvolp. Nei, þú segir ekki. Má ég sjá? Nei, svo litla greið. Jésu. Ertu vissum að þú viljir ekki að hjálpi þér að finna bróður þinn? Nei, ég finn hann örugglega strax. Bara hann hafi nú eitthvað að borða og líf föt vesalingurinn út í þessum kulda. En þessi? Nei, hún alltof gömul. Þessi góð. Nei, ertu frá þér? Svona skælbrosandi. Og sjá allir hvað drengurinn ávanda foreldra. Ég get ekki. Þeir verða að fá mynd ef þeir ætla að birta þetta í sjónvarpinu. Mikið að vesalings drengurinn minn. Svona. Guttinn bara á balli og ekki bjóða snásvinnun. Þetta líður að vera bindindismadur. Hvað ertu að gera svona einn á þælingi? Máttu vera svona seint á fótum? Já, hann bróðir minn að vinna hérna. Ég fer heim með honum. Já. Fíla. Skundi, láttu manni vera. Já. Rútinni? Já. Gerði að talaði við mig. Hvergi sofið? Varstu gestunir? Ég var með hund. Hund? Jú. Hvað veit þetta? Ég, Emil, Rútinni, varstu gestunir? Hvað er klukkan? 1. Ég er að drífa ballið. Hvað er ballið? Ég hafa svo alltaf eða veið ekki. Skundi! Skundi! Skundi!
Við bíðum þá eftir að heyra frá okkur. Takk. Þeir eru komnir á sporið. Og hvað? Stúlka í Hreðavatnsskála sagðist hafa gefið hvolp í mjólk og það sást til drengs með hund á Blönduósi. Ef þú ferð, þá verð ég að fara að hafa áhyggjur af þér líka. Lögreglan að leita að honum. Ég get ekki beðið svona. Það ekki komið nóg, Þröstur. Ég sá hann með mér út. Í rútun? Já, á hvað leið? Já, hann Hvað var hann fyndur? Já. Nei, góðan daginn. Þú bara vaknaði félagi. Jó, það búið að leita þér í alla nótt, vinnur. Við reknum ekki með því að hafi tjald, Verður það settur í fangelsi? Nei, þú verður ekki bara sendur heim til mömmu Ljúfur. Ég hræddur að Skunda að pissaði svefnpokann. Varst það þú sem að breyti teppið um í nótt? Jú. Þú séð það ekki bara kvittir? Á hvaða leið varst þú eiginlega? Til afi minns og Ólafsfirði. Þú ert ekki bangið þykir mér. Hvers vegna? Við máttum kaupa hvolpinn. Þú verður sennilega skila honum aftur. Já, við verðum bara að vona það besta. Nokkuð reiður við mig að ég skildi hafa sagt til þín. Nei, ég var alveg voðalega þreyttur. Hvernig var ballið? Ballið? Komst nú aldrei á blessa ballið? Það geng vonandi betur næst. Emil minn, elsku drengur minn, ertu ómeiddur? Já, það er alltaf með mig. Emil minn, gott út fundinn. Emil, ég vil að fyrirgefa mér hvað ég var anstíkilegur við þig. Það er alltaf þau. Nei, það er ekki allt í lagi, en þannig er að ég reyndi að hringja til þín strax morgunu til að segja þér að þú mættir kaupa hvolpinn. Fæ ég þá að hafa hann? Já, auðvitað. Geta ekki strúka? Nei, auðvitað ekki, sannarlega ekki. Emil minn. Heyrðu það, Skúli? Sæll að blessaðu nafni minn. Sæll afi. Og þetta hvolpurinn sem kom öll af stað? Og hann til Skundi. Það var fallega tilfindi hjá þér. Hann með blessa enninu. Já, þetta verður prýðisundur ef rétt er með að farið. Ég sé það í augunum á honum.
Pabbi hringdi og sagði að hún mætti vera hjá mér í nokkra daga áður en hún kemur heim. Hvað segirðu það? Ég vona að gera þér grein fyrir því, Emil minn, að það sem þú gerðir var ekki rétt. Mamma þín og pabbi búin að vera dauðskelkuð í alla nótt og fjöldi fólks hefur verið að leita þér. Svona nokkuð gerir enginn að gamni sínu. Ég var ekki að gera gamni mínu. Já, ég veit það, væni minn. En það þýðir ekkert að hlaupast að heiman í hvert sinn sem maður fær ekki það sem maður langar í. Þú ert frekar að reyna að hjálpa pappa þínum og mömmu þín í erfiðleikum þeirra í stæði þess að auka á þá. Þau vilja þér alltaf vel, þó að þú sért kannski ekki alltaf sammála þig. Æja, svo ekki meir það. Nú skröltum við til Ólafsfjarðar. Kemst þú þangað að lokum? Emil minn, kannski var þetta okkur öllum til góðs eftir allt saman. Kannski þurfti að opna augu okkar. Það breytir ekki því að þetta verður áfram basl. Við getum ekki selt nýja húsið þó við vildum. Einhvers staðar verðum við að eiga heima. En ef við stöndum saman og styðjum hvert annað þá gengur þetta allt saman. Eins og gæsirnar. Gæsirnar. Komið skíðalegg? Hver á að segja ævintýrið? Pabbi, það kom á þér. Emil, ég er eiginlega alveg dottin úr æfingu. Ég skal reyna. Sjáu þið skýið þarna? Nú skulum við loka augunum og ímynda okkur að við séum komin upp í skýjalandi. Eftir skamma stund minningar frá Merkigili.